Góðan daginn. Í dag haldinn 43. fundur sveitarstjórnar Múlaþings í fjarfundi. Í dag miðvikudagurinn 20. desember 2023, klukkan 11 og ég ætla að setja fundinn. Fyrir fundinum í dag eru 3 mál. Fyrsta mál á dagskrá hækkun útsvarsálagningar vegna fjármögnunar þjónustu við fatlað fólk. Fyrir liggur samkomulag á milli ríkis og sveitarfélaga dagsett 15.12.2023 varðandi fjármögnun þjónustu við fatlað fólk og hækkun útsvarsálagningar. Fyrir fundinum liggur eftirfarandi tillaga. Með vísan til ákvæða varðandi breytingu á fjármögnun og þjónustu við fatlað fólk í fyrirliggjandi samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga dagsett 15.12.2023 byggir á breytingu á lögum tekjustofna sveitarfélaga sem samþykkt var á Alþingi 15.12.2023 samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að álagningarhlutfall útsvars fyrir árið 2024 hækki 0,23% og verði 14,97%. Og ég ætla að gefa Birni Ingimarssyni sveitarstjóra orðið. Já, fundarstjóri og gott fundarfólk eins og fram kemur í frétt og greiningi sem fylgir sem gögn undir þessu máli. Þá hér verið að hækka útsvarsprósentur sveitarfélaga 0,23% en ég held að vil bara koma því svona svo að það sé nú alveg skýrt. Það ekki verið að auka álögur á íbúa því að það verður samsvarandi lækkun á tekjuskatti til ríkisins. Það bara verið að færa til í rauninni vegna framlega til málaflokks fatlaðra sem að síðan greiðist inn í jöfnunarsjóð. Þannig að það verið að færa af tekjuskattsstofni yfir á útsvarsstofnin. Því að sko framlagið þetta álag, þessi hækkun útsvars, mun síðan renna beint inn í jöfnunarsjóð og jöfnunarsjóð sveitarfélaga og verða hluti af framlögu sjóðsins til sveitarfélaga vegna málefna fatlaðs fólks. En ég vildi bara koma þessu svona, þannig að þetta sé alveg skýrt. Það ekki verið að auka álögur á íbúa, það verið að lækka tekjuskattsstofn, hækka útsvarsstofn og síðan fer þetta til málaflokks fatlaðra í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Takk. Takk fyrir það. Mælendaskrá opin undir þessum lið ef einhver hyggst taka til máls. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Forseti, góða fundamenn. Ég bara svo sem ánægð með það að sveitarstjórinn okkar hafi komið fram og komið með þessa skýringu út af því að maður hefur heyrt svona hugleiðingar af því að við séum að hækka skatta og með því að hækka útsvarið, en það alls ekki þannig farið og við vitum öll eins og hefur verið mikið í umræðinu hjá sambandinu og fleira að það eru sveitarfélög sem að það er mismunandi hversu kostnaðarsamur þessi liður varðandi þjónustu fatlaða og það hefur lengi legið ljóst að það þurfi meira fjármagn í þennan málaflokk. Og eins og þessi lending að eins og í staðinn fyrir að eins og maður setja ákveðna fjármuni árlega inn í málaflokkinn þá þarf þetta að vera stöðugt, ekki tímabundin aðgerð og ríkið velur þá að gera þetta að í rauninni minnka skatta hjá sér og setja varanlega í rauninni hækka útsvarið þannig að jöfnunarsjóður fái varanlega hækkun í þennan sjóð til þess að við getum gert vel í málefnum fatlaðra. En maður hefur einmitt heyrt það að það muni eitthvað koma aukreitis til sveitarfélagana en það alls ekki þannig farið. Eina leiðin fyrir okkur að fá þá fjármuni úr þessu þá í gegnum þá þjónustu sem við veitum til fatlaðra. Þannig að bara að koma því enn frekar á framfæri að þegar maður hefur heyrt svona þessar hugleiðingar að sé alveg skýrt að jöfnunarsjóðurinn fær allt þetta fjármagn og þetta ekki auka skattlagning á neinn. Heldur bara ríkið að gefa eftir fjármagn í sjóðinn til þess að við getum staðið vel að þessum málum. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti, annað gott sveitarstjórnarfólk. Það var nú þetta sem var
glímt hér áðan hjá sveitarstjóra með að það ekki verið að hækka álögur almennt sem verður til þess að maður samþykkir þetta. Ég myndi eins og aldrei hafa gert það, hefði átt að auka álögur. Það eru nógar fyrir og vilji ríkisvaldsins oft til þess að bara fara beint í vasa hjá skattgreiðendur þegar eitthvað vantar hefur verið allt of mikill. En ég fagna því að gera þetta svona núna, það er að segja þá ekki að auka álögur. Hins vegar hef ég áhyggjur af því sem kemur fram í áliti eða í bókun Sambands sveitarfélaganna að þarna er vissulega verið að stíga skref en það er svo fjarri því að það sé búið að fjármagna málaflokkinn til fulls samt. Það kemur meðal annars fram að sko bara á næsta ári þá er til þess að bara dekka næsta ár þá vantar 11,5 milljarða hátt í 12 milljarða til þess að fá það ár dekkað. En það var nú einhvað að setja saman þarna starfshópa og reyna að halda áfram með þetta. En bara þetta eiginlega segir manni það svona þetta með að þegar sveitarfélögin er að taka verkefnum frá ríkinu að ég vil gjalda vara við því. Reynslan hefur ekkert verið alltof góð og það hefur verið talað að taka yfir hér fleiri verkefni eins og til dæmis rekstur á menntaskólum eða framhaldsskólum hefur komið upp á borðið og ég vona að það verði aldrei vegna þess að þetta virðist alltaf fara á þá hliðin að sveitarfélögin eru látin bera baggan og svo dregur ríkið lappirnar með að fylla upp í gatið sem kemur út af löggjöfun sem ríkið setur og eykur kostnaðinn. Þannig ég vildi bara koma þessum varnagla en samt ég fagna því að það er þó búið að stíga þetta litla skref en mikið vantar á enn í þennan málaflokk því miður. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson hefur lokið máli sínu. Mælendaskrán er ennþá opin ef einhverjir fleiri vilja taka til máls. Svo er ekki og þá ætla ég að taka tillöguna til samþykktar. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp rafræna hönd. Er allir búnir að rétta upp sína rafrænu hönd? Frú forseti, Pétur hér. Ég er með nýja tölvu og finn ekki rafrænu höndin á henni. Ok. Þá þú setur hann upp í myndavélinni og skal ég telja hana með. Tillagan er því samþykkt með 11 atkvæðum samhljóða. Við erum þá komin í mál nr. 2. Endurnýjun á samningi Náttúrustofu Austurlands 2023. Til umfjöllunar er endurnýjun á samningi Náttúrustofu Austurlands. Á fundi stjórnar Náttúrustofu Austurlands dagsett 7.12.2023 var vakin athygli á því að samningur Fjarðabyggðar og Múlaþings við umhverfisráðuneytið varðandi rekstur náttúrustofunnar rennur út áramótin. Jafnframt liggur fyrir að ráðuneytið leggur til að gildandi samningur verði framlengdur til 1 árs. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Með vísan til tillögu umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytis samþykkir sveitarstjórn Múlaþings að gildandi samningur Náttúrustofu Austurlands verði framlengdur til 1 árs. Sveitarstjóra er falið að undirrita samningi fyrir hönd sveitarfélagsins. Ég ætla að opna mælendaskrá eftir þessum lið ef einhverjir hyggjast taka til máls. Ég sé að sveitarstjórnarfulltrúi Trausti Jónsson er með hönd á lofti en ég reikna með að sé síðan í atkvæðagreiðslunni. Einmitt. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleðarsson hefur rétt upp hönd. Gjörðu svo vel. Það er kannski eitt í því sem ég langar að ræða sem kannski tengist þess ekki beint en rekstur Náttúrustofu Austurlands hún hefur náttúrulega ákveðin verkefni hérna og ef við ætlum að fara að taka upp þessi samninga þetta sé ágætt að við ræðum það sem við ríkið að það er svona vöktun og einum stofni dýra hjá Íslandi þar sem veiðimenn leggja til töluverða mikla fjárhæðir til þess að fylgjast með því. Það er hreindýr. Úrsölu veiðilega fara hætti hátt í 30 milljónir til náttúrustofunnar í vöktun og annað. Þetta gerist ekki í gæð sem er upp en einu öðru. Og þetta er bara peningar sem mínum huga ætti heima frekar hjá landeigendum. Það verður eðlilegt að ríkið myndi bara vakta þetta eins og alla aðra stofna. Og þetta er bara ágætt ef við erum að fara í það umræður og næsta ári við að framlengja eitthvað áfram að þetta verði tekið þess á því. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Ívar Karl Hafleðarsson hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Svo er ekki, já, Pétur Heimisson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, ég er semst búinn að finna rafrænu höndina. Frú forseti, annað gott fundarfólk. Ég svo sem hafði ekki sérstaklega ætlað að
taka til máls undir þessu lið en með vísan í orð hæstvirts sveitarstjórnarfulltrúa Ívars Karls þá svona finnst mér alveg eins með að hugsa þetta í hina áttina að hafa einmitt þessa gjaldtöku hérna sem að hann vísar réttilega til að sérstök hvað varðar fjárflutning hvað varðar hreindýraveiðarnar það megi þess vegna alveg eins hugsa sér að það verða einhver liti minnka þar og komi þá til aukin hlutdeild annars staðar frá. Af öðrum veiðum. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki óskað eftir að taka til máls og ég ætla því að taka tillöguna til afgreiðslu. Rétt upp hönd og vissulega rétt upp rafræna hönd þeir sem samþykkja tillöguna. Það samþykkt samhljóða. Ég bið fólk þá að taka rafræna hönd sína niður. Og við erum þá komin í lið númer 3, síðasta lið á dagskrá, fjárhagsáætlun Múlaþings 2023 til 2026. Fyrir liggur tillaga að viðauka við fjárhagsáætlun 2023 til 2026 og eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir tillögu að viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2023 til 2026 vegna hækkunar á heimild til lántöku í eignasjóði vegna snjóflóðavarna og nemur hækkunin lántökuheimildar 62 milljónir króna. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir hér með að taka lán hjá ofanflóðasjóði, kennitala 470394 21889, að höfuðstól alltaf 110 milljónir í samræmi við skilmála lánasamninga ofanflóðasjóðs lögum samkvæmt. Lánið tekið til fjármögnunar á 10% hlut Múlaþings í framkvæmdu við snjóflóðavarnir á Seyðisfirði á árinu 2023. Jafnframt Birni Ingimarssyni sveitarstjóra Múlaþings, kennitala 301254 4079, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Múlaþings að undirrita lánasamning ofanflóðasjóð með fyrirvara samþykki sjóðsins. Ég ætla að opna mælandirskrá til þessum lið ef einhverju vilja taka til máls. Svo ekki og því tekið, sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætir fundamenn. Mig langar að biðja sveitarstjóra Björn Ingimarsson að fara yfir það kannski með okkur af hverju við tókum þetta ekki fyrir á okkar hefðbundna sveitarstjórnarfundi fyrir jól. Hvaða ástæða liggja þar á bakvið? Takk. Já, forseti og gott fundarfólk. Það bara að bregðast við þessu. Þegar við vorum á okkar fundi, síðasta fundi, okkar hefðbundna fundi, þá lá ekki fyrir að þessi lánsumsókn yrði tekin til afgreiðslu. Við fengum síðan bara upplýsingar það. Núna ætlaði ekki verið bara rétt fyrir helgi að það yrði fundur í ofanflóðasjóði í fyrramálið þar sem þessi lánsumsókn yrði tekin til afgreiðslu. Og þess vegna, og í og með að við vorum að koma saman til fundar, ákváðum við að leggja þetta fyrir, þannig að við gætum gengið frá lántöku. En þetta lá bara ekki fyrir þarna í byrjun mánaðar. Það ástæðan. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu, fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið. Svo ekki og þá tekið tillöguna til afgreiðslu. Þeir sem samþykkja tillöguna rétt upp sína rafrænu hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá raun og verið þriðja og síðasta fundarlið þessa sveitarstjórnarfundar lokið og málaskráin tæmd og ég ætla því að slíta þessum fundi.